Komiði sæl og velkomin í Kaldapottin þessa vikuna. Hjá mér staddur engin annar en stórleikarinn Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Velkomin. Takk fyrir, kærlega. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Komin í sveitina. Komin í sveitina og á þar heima. Ég er sveitamaður. Í grunninn. Ég er bara algjörlega. Og var það bara í gær hjá foreldrum mínum í sveitinni í Borgarfirði, sko. Er þeir bændur það? Já, þeir eru bændur. Nú, Já, þú veist, sveitastrákur. Já, ég er bara alveg jafn mikill sveitastrákur og sveitastráka verða, sko. Já, ok. Heyrðu, það er tradisjón fyrir því Já, til að klúður ekki þættinum. já, Við skálum í Jesúlaði og okkur var rætt hann Óla vin okkar. já, þetta eru hérna Þetta er hugafóstur held í Óla. og Stulla Já, og Stulla. sem eru báðir með mér í hljómsveit. Já, Hljómsveitinni Ljósskeytamönnum. litla Ísland. Já. Stulli er hérna bassaleikari Loftskeytamanna og Óli hefur verið með mér í hljómsveitum síðan ég held 2003. Ok. Þannig að þetta eru miklu vinir mínir. Þannig að ég skála með gleði í Jesúlaði. Já, takk fyrir það. Ég svo höldum við aðeins við Óla. Já, Alltaf því ég séð Óla, ég búinn að þekkja til hans, þó ég þekki hann ekki, þá þekki hann samt. Hann minnir mig alltaf á gítarleikarinn og söngarinn í Green Day. já, Þeir eru svona svipaðar týpur og svipaðar holling á sviðinu. já. En við þökkum Óla fyrir Jesúlaði. En Vá, hvað segir hérna? 1973, 25. júní, 3. júní. Já, búin að vinna heimavinna hérna maður. Já, Já, þá gerðist þetta. þá gerist þetta, já. Og hvar gerðist þetta? Sem sagt, ég er svona innansveitarómatík Já. í Reykholtsdal í Borgarfirði. Föðurfjölskylda mín sem sagt bjó í Reykholti í Borgarfirði, það sem var héraðsskóli og það fylgdi því svona kvöð hjá föður afa mínum að reka símstöð. Nú, símstöð. Já, en hann mátti ekkert vera að því að hann var bóndi og kennari, þannig að amma mín var símstöðarstjóri í Reykholti. Og Reykholtsskóli var á þessum tíma svo vinsæll að heimavistin dugði aldrei. Þannig að það var alltaf í öllum herbergiskitrum í þorpinu bjuggu krakkar sem voru í skólanum. Og mamma mín er sett bara frá bæ hérna, 7 kilometrum neðar í dalnum sem heitir Brekkukot og hún kemur í Reykholtsskóla og fer að vinna á símstöðinni hjá ömmu, Dóru. Þannig gerist það. Og pabbi hafði sem sagt verið í húsasmíðanámi. Ég held hann hafi verið, sko, hann fór á Skaga, hann fór í Skagafjörð og var þar með meistara og var svo að vinna á Blönduósi og kom svo heim. Og þá er mamma sem sagt þar að vinna á símstöðinni og eftir leikurinn tókust með þeim ástir. Já. Og mamma bara, hvað rétt að vera 19 ára þegar hún á mig, sko. Já. Þið þóttu nú ekki big deal í þá daga? Nei, ekki þannig, sko, en þetta var nú ekki planið, sko. Hún ætlaði í hjúkrunarfræði og fór aldrei. Og svo kom bróðir minn 2 árum seinna, þannig að hún var bara orðin, sko, 21 árs, svo var hún bara 2 stráka, en þau bara bæði svona alveg gegn heilt sveitafólk og búa upp í Reykholtsdal, bjuggu lengi í Reykholti þar sem að pabbi var bóndi með pappa sínum og fluttu síðan og tóku við móður arfleiðin í Brekkukoti 1990. Okay. Og ég er bara svona svolítið alinn upp bara á báðum þessum heimilum og var sem sagt fyrsta barnabarnið mömmu megin, fæddist á afmælisdegi afa míns og var skírð í höfuðið á honum. Wow. Engin pressa. Engin pressa. Þannig að og þar var svona, þú veist, það var á þessum tíma í Reykholti, þetta var rosalega líflegt. Þetta var alveg bara, og mikið af svona kennurum, ungum kennurum sem bjuggu þar bara með svona ung börn. Og ég var ekkert að telja þetta saman í mörgum árum. Ég held við verið eitthvað svona 30 krakkar, skilur, í þessu litla þorpi sem taldi 110 manns, þegar mest var, held ég. Þannig að þegar ég vildi frið og ró og fá að vera aðalatriði, þá fór ég til ömmu og afa í Brekkukoti og var þar, sko. Og það var hefðbundið búskapur? Já, það var bara algjörlega hefðbundið búskapur. Bara kýr og kindur og hestar og
og hænst þegar ég krakki og bara, já, svona bara alveg ekta. Hvernig við barnastu? Varstu bara svona þægilegur í meðferðum? Nei, Nei, þú veist, varstu jú, ekki? þú veist, mamma mín vill nú alltaf gera lítið úr þessu, en ég var kallaður Emil í Kattholti. Ég var mjög uppátækjasamur og var ofboðslega mikið niður á Slysó í Borgarnesi og mamma sagði einhvern veginn í gríni og hún hefði nú bara átt að tjálta það, sko. Sérstaklega eftir að Jón Þór bróðir var kominn líka, sko. Og náttúrulega, þú veist, í svona sveit þá bara svo mikið frelsi, sko. Og við ölumst upp á þessum tíma þar sem að, já, svona bara held ég meðan að krakka voru ekki að gera eitthvað af sér, þá fenguðu við bara að vera í friði, þú veist, og við vorum bara í skítalæknum og niður í fjárhúsum og út allt í alls konar leikjum og djöfulgangi og gerðum náttúrulega oft eitthvað af okkur, en svona það var ofboðslega mikið frelsi og það eina sem var svona áhyggjuefni var að Reykholt var náttúrulega alltaf sko svona túristastaður, sérstaklega á sumrin. Það komið mikið af svona rútubílum að skoða Snorra Sturluson og styttuna og allt þetta. Laugin og allt. Já, ég var líka alltaf, ég var mikið að strjúka. Hvert varstu að strjúka? Bara eitthvað, bara, þú veist, bara hljópa eitthvað, sko. Já, bara... Já, bara, fórst já, bara... Með einhver plani, bara hverfa? Ég hef örugglega verið með plan. Ég man nú ekki plönin mín mjög vel, en ég man einu sinni að var vinur minn þarna sem heitir Jón Freyr og mér langaði að sýna honum ána sem að afi minn í Brekkhoti veiddi fiski og það var Hvítá og ég vissi að hann væri einhvers staðar svona norður af Reykholti og við erum, ég held við séum svona kannski 5 ára, mestaleg. Já, svona ungir. Já, ég labbaði bara af stað með hann og þetta er bara heljarinnar landsvæði, bara Þetta er löng ferð. móar og flóar og eitthvað, sko. Og við náðumst einhvers staðar þarna upp á flóanum, einhver hafði séð til okkur labbið í þessa átt, sko. Og þú veist, þannig að þá var ég með plan, skilurðu, ætlaði bara að sýna honum þessa á og fannst það bara fullkomlega eðlilegt. Og já, þannig að það var svona mikið rými fyrir einhvern veginn bara að fá að vera gaurar í friði og við vorum rosa margir gaurar. Svona, þetta var svona, ég held við verið eitthvað svona rúmlega 20 strákar og kannski 5 stelpur í þorpinu, sko. Það hefði gengið mikið á. Já, og mikið gaurasamfélag, sko. Já, þannig að þú veist, þannig að... Og slys á milli. Og slys á milli í Borgarnesi. Já, þetta var svona mikið frelsi og svona, og svo var maður svo heppinn, sko, að það var meira og minna öll fjölskyldan þarna upp frá, sko, systkini pappa og systkini mömmu voru mikið þarna upp frá. Og svona mikið í sérstaklega föðurfjölskyldunni minni, mikil svona þáttaka í félagslífi. Það var svona einhver svona mantra þeim megin að þér bæri skylda til þess að leggja þitt að mörkum í félagslífi þar sem þú gast lagt að mörkum. Þannig að föðurfjölskyldunni var mjög áfram svona í leiklistarstarfi, íþróttastarfi, afi minn var íþróttakennari, föðurafi minn og hérna þetta var mikið svona ungmennafélagsfólk og félagsfólk. Janga ungmennafélagana. Já, og svona, þannig að maður elst alveg svona mikið upp við félagslíf og fjölskyldan alltaf í ykkur svona leikstarfi og þess áttar og mikið sungið og spilað og svona. En þú færð þetta raunverulega bara í arf strax sem ungum maður? Já, ég myndi segja það, sko. Og svo til dæmis, þú veist, eins og pabbi minn og móðurbróðir, þeir stofnaði þarna hljómsveit þegar ég er bara stráklingur. Og það var ekkert, sko, hugmyndin eitthvað að vera frægir. Nei. Það bara vantaði hljómsveit og það var eitthvað svona kvenfélagsball og það var engin hljómsveit, þannig að þeir bara stofnuðu hljómsveit og það mæltist vel fyrir, þannig að ég heldur þessu bara áfram. Þú veist, og þetta var svona, svolítið svona í grunninn svona þessi hugsun, þú veist, að listir og félagslíf voru ekkert endilega til þess að lifa á því, heldur til þess að bara bæta samfélagið í kringum þig. Já. Þannig að ég er svona alveg við þá hugmynd. Þarna kveikna neistinn af kannski núinu. Já, en sko samt sko, þú veist, ég kemst inn í leiklistaskólan bara einhverju algjöri svona tilviljun, sko. Og ég vissi ekkert að væri til leiklistaskóli og ég hafði aldrei hugsað þá hugsun til enda að þetta gæti verið starf. Og það er engin lygi, sko. Ég hins vegar náttúrulega með þetta
svona með þessa fyrirmyndir, þá langaði mig alltaf að vera hljómsveit og ég stofnaði mína fyrstu hljómsveit 5 ára og Góður. já, ég kunni ekki neitt sko, en bara við stofnaði hljómsveit og það var bara, og hljómsveit pappa og Gauja hét Frost og við hétum Frost 2 og þú veist, þannig að þú veist, ég var alltaf, þú veist, og það einhvern veginn alltaf lá rosa opið fyrir mér, ég man ekki eftir mér öðruvísi en að semja tónlist sko. En þú byrjar strax þarna bara stúdera tónlist. Nóg mikið til að semja hana. Já, en samt sko, þú veist, það var reynt að senda mig til píanókennara og ég grét mig út úr því eftir 3 mánuði, mér finnst það svo leiðilegt. Þú veist, þannig ég gat aldrei einhvern veginn, og ekki svo sem enn, náttúrulega bara svona ADHD þrákur. Ég var aldrei með hennan aga eitthvað að æfa einhverja skala og prelódíu, sko. Og ég bara leið ég tók upp hljóðfæri, þá byrjaði ég að semja. Það var svona mitt outlet, sko. Og Óli getur nú sagt þér það, ég er nú ekki besti hljóðfæraleikari í heiminum, en ég á rosa mikið af hugmyndum. Skilur, svo þarf ég bara að fá betri hljóðfæraleikari en ég til að hjálpa mér. Til að falla sér bakvið. Já, akkurat, sko. En skólagangaðin, veist, var hún upp í Reykholti? Það er Kleppjárnsreykjaskóli sem er þarna bara í næsta svona byggðakjarna við, sem var mjög áhugaverður kjarni líka. Það voru bara einhverju svona menn sem höfðu áhuga á ylrækt sem fengu bara Kleppjárnsreykjajörðin úthlutað, þar var heitt vatn, ríkið átti jörðina, það var byggður skóli og svo bara komu menn og byggðu sín gróðurhús. Og þar var sem sagt Kleppjárnsreykjaskóli og við fórum með skólabílnum í skólan og svo svona þegar ég stálpast að þá einhvern veginn ég rosalega mikið niður í Reykholtsskóla. Og þar var, þú veist, mikil hefð fyrir hljómsveitum og það var íþróttasalur og sundlaug og allt þetta og maður svona já, kannski eftir maður svona 10-12 ára þá bara kom maður heim, hendi töskunni heim og fór svo niður í skóla og fekk að vera með í fótbolta og blaki og öllu þessu og fór svo að fá að vera með einhverju hljómsveitum, sko. Það var nú aðalatriðið. En síðan sko langaði mig svo í þessa stemmingu, mér langaði svo í heimavistarskóla. Mér fannst þetta svo geggjað og þessi krakkar sem voru þarna í skólanum á þessum tíma sem ég alast upp, þetta var mjög merkilegt samfélag. Það var sem sagt, það kom inn 10. bekkur á flestum stöðum á landinu og Reykholtsskóli var á þessum tíma sem sagt héraðsskóli með gamla laginu sem endaði með landsprófi. Þannig að það var sem sagt í rauninni 10. bekkur og svo 2 ár í framhald. Og þegar ég er svona að stálpast þá þetta annars vegar krakkar mjög oft sem komu úr einhverjum erfiðum aðstæðum í Reykjavík eða á öðrum byggðakjörnum í bland við svona krakka sem voru til dæmis frá Vestfjörðum þar sem var bara ekki komin 10. bekkur. Já. Þannig að þetta var svona mjög merkileg blanda af svona oft bara krökkum sem komu mjög erfiðu baklandi og svo svona alveg hráum sveitakrökkum sem höfðu bara aldrei séð fleiri en 10 manns koma saman í einu, sko. Og ótrúlega merkileg blanda, sko. En blandaðist þetta? Já. Þetta skipti ekki í lið? Nei, ég meina, jú, örugglega var, þú veist, auðvitað, þú veist, gekk fólki misvel að aðlagast þessu en sko, ég held að flestir minnist þessa Reykholtsskóla með miklum söknuði, sko. Þetta var yndislegu tími. En til þess að komast í heimavistarskóla þá gat ég náttúrulega ekki farið í Reykholt. Auk þess sem á þeim tíma að þá var þetta héraðsskólakerfi að deyja. Já. Og Reykholtsskólinn var svona á leið niður, myndi ég segja, sko. Þannig að ég, sem sagt, það kemur kennari í Kleppjárnsreykjaskóla sem heitir Sigurður Örn Leósson, var hrikalega flottur gæi og hafði mikil áhrif á mig. Hann hafði farið í MA og ég sá hann hvað mér langaði að gera og hann sagði þú átt að fara í MA. Menntaskóla Akureyri. Já. Þannig að ég fer þangað. Og líka náttúrulega bara því mér fannst ég orðið svo óbáslega stór og allir heima fávitar og ég þurfti bara að komast í burtu. Þú veist, fór vestur á Firði að vinna í saltfiski sumari sem ég var 15-16 ára og svo beint það í MA. Og svo beinti aftur í saltfiskinu og beinti aftur í MA. Ég þurfti aðeins að komast í burtu. En hélst alveg stefnu? Varst alveg með fókus á þetta? Sem sagt, varst ekkert villur ávandi í gegnum þetta? ADHD sagðir mér áðan? Nei, sko. Þannig þú varst alltaf með þetta alveg bara skýrt, MA, saltfiskur og halda áfram? Ég er bara einn af þessum sem er bara alveg ótrúlega heppinn að því leyti að nám hefur alltaf legið ósvalega opið fyrir mér.
Og mamma segir frá því sko að hún skildi aldrei hvernig ég lærði. Ég bara opnaði bók og svo sagði ég bara ég er búinn og ég fékk alltaf 9 og 10. Þannig að þurfti aldrei að hafa neina áhyggjur af mér. Það var mikill alkóhólismi í kringum mig. Ekki í fjölskyldunni? Jú, bara í fjölskyldunni sko. Og þú veist, ekkert vesen þannilega síðan á mínu heimili. Pabbi reyndar, þú veist, verið meðferð þarna 1990. En hann var svona, þú veist, mjög friðsamur alkóhólisti og þú veist, aldrei eitthvað svona þannilega sér vesen, sko. Ekki löggan og meisaður? Nei, ekkert óbeldi og ekki neitt, sko. Hann bara hérna, þú veist, var bara fullur niður í fjárhúsum stundum og eitthvað svona, edrú og samkomum og hérna, en það var svona í kringum mig, þú veist, svona örlaga pittur, svolítið, sko. Og þegar ég er svona 13-14 ára, þá prófum við að drekka og söfnuðum eins og maður gerði, sko, söfnuðum í krukkur og fórum svo og smökkuðum og mamma náttúrulega eins og hún er, hérna, fann þetta strax þegar ég kom heima að ég hefði verið að drekka og bara settist niður með mér og sagði bara þú verður áttað á því að þú ert með svona geðslag eins og þessir menn í þinni fjölskyldu sem hafa farið verst út úr áfengi. Þú átt ekki að drekka, þú veist. Okay. Og var þá held ég svona mesta vísa í afabróður minn sem heit Sigurjón Guðjónsson og var þekktur á Skaganum sem Siggi Sífulli. Og var svona bara meir og minna, þú veist, drekkandi, drakk bara allt sem að kjafti kom. Og ég hlustaði á þetta og ég drakk ekki fyrir ég var 21 árs og ég reykti ekki fyrir ég var 21 árs. Vel gert. Já, og það er bara held ég svona svolítið þessu að þakka, sko. Já, þessum árum líka. Já, umræðan var ekki svona opinn og hana. Já. Og það svona held ég bara í rauninni er mér til haps. Og meiri sig að þú veist eins og í Menntaskólanum á Akureyri, ég byrjaði strax að vera í hljómsveitum og eitthvað svona og mér fannst þetta bara ekki tiltökumál, sko. Þannig að nei, það var einhvern veginn aldrei vesen á mér í tengslum við þetta, sko, á þessum árum, bara ekki neitt. Ég kláraði bara Menntaskólanum á Akureyri með miklum bravúr og svona obbinn af mínum bestu vinum í dag er bara frá þessum tíma, sko. Þannig að ég fékk akkurat það sem ég vildi út úr þessum svona heimavistar árum, sko. Eignaðist gríðarlega góða vini og svona fékk mikið að vera í félagslífinu og gekk vel í skólanum og allt bara í góðu lagi, sko, þannig. Svo, En hvað tekur svo við? Þú klárar menntaskólan, vesennislaust? Já, svona heilt yfir. Nokkurn veginn? Heilt yfir bara vesennislaust. Og svo ætlaði ég að taka svona, ákvað að taka svona ár þar sem ég ætlaði eitthvað að hugsa mig í gang. Sagðansbóskur. Já, sem ég gerði og ég fékk það var mjög merkilegt, ég fékk sem sagt vinnu sem gæðaeftirlitsstjóri í Sól HF. Já, hann var djúsið. Já, það var djús og grautar og ljómasmjörlíki og ískóla og seltser. Já, ég man eftir þessu. Og þetta sem sagt var árið eftir að Davíð Skeving, þetta fór á hausinn. Og það var eitthvað svona, hvað heitir þetta, svona eignarhaldsfélag eitthvað sem tók við þessu. Og það þurfti að spara, þannig að það var fenginn þetta bara menntaskólastrákur sem að var yfir rannsóknarstofunni og var þarna í heilan vetur að bara taka sýni úr grautum og smjörlíki og þetta hvort það var allt í lagi og eitthvað svona. Okay. Og ég var með sem sagt á kona sem átti að vera yfir mér og hún fór nú í barneignarleyfi þannig að ég var bara svolítið með þetta. Og á þessum tíma þá sem sagt var ég með svona draumum að stofna alvöru hljómsveit og fara jafnvel til útlanda og bara meika það sem tónlistarmaður. Og það var strákur þarna norðan, Stefán Gunnarsson, bassaleikari sem flutti líka í bæinn á þennan vetur og við vorum eitthvað að stofna hljómsveit og það gekk bara ekki neitt, sko. Það bara gekk ekki neitt. Við bara fundum ekki einhvern veginn mennina til að spila með sem okkur langaði að spila með og þetta einhvern veginn var bara allt hálf ömurlegt. Þetta hljómsveitar og við erum náttúrulega illa tengdir. Báðir, þú veist, sveitamenn, báðir að norðan, þekktum ekki mikið af fólki í bransanum og svo einhvern tímann svona undir vor, þá er ég eitthvað
væla í stebba með þetta, þú veist, að bara mér finnst þetta ganga svo illa hjá okkur og hvað við erum að gera. Og hann segir eitthvað svona, þú ættir að fara þarna í próf í leiklistarskólanum. Ég fór í fyrra, það var mjög gaman, komst í 32 manna úrslit og þú að gera það. Varstu ekki búin að leiða neitt hugan að því fyrir hann nefnir þetta? Ekki neitt? Ekki neitt, Okay. bara ekki neitt. Og það er bara engin lygi, sko. Og ég var eitthvað veikur, held ég, og ákvað, var ekki í vinnunni og ákvað bara að fara þarna niður innan leiklistarskóla og þá var það síðasti dagur til að sækja um. Og ég bara hendi inn einhver umsókn og vel mér einhvern mónólóg og fer svo í þessi inntökupróf. Og það var einhvern veginn bara þar, þú veist, í þessum inntökuprófum sem ég einhvern veginn svona fann bara, já, hérna er svona mitt fólk. Þú veist, leið allt í einu bara rosalega vel og bara, þú veist, svona ég átti að verða lögfræðingur eða læknir af því mér gekk vel í skóla. Mig óaði við því að sitja svona lengi við skrifborð og læra, sko. Ég bara eirðarleysið í mér einhvern veginn bauð ekki upp á það, sko. Og ég var búinn að skrá mig í guðfræði, ég ætlaði að vera prestur. Af hverju? Hvað var það? Ég hef alltaf sko haft svona trú og einhvers konar aðri mátt. Og er alin upp í mjög trúræknu samfélagi þarna í Breiðholti. Og náttúrulega kirkja á staðnum. Jú. Og mér fannst alltaf svo ótrúlega leiðilegt í kirkju. Ég bara skildi aldrei af hverju þetta þurfti að vera svona leiðilegt. Af því mér finnst í rauninni trú svo frábært fyrirbrigði. Já. Þannig að ég hafði með einhverju svona hugmyndum að fara inn í kirkjuna og byltinni innanfrá. Það var eitthvað svona hugmynd sem ég var með, sem ég veit nú ekkert hvort þetta voru að veruleika. En það var svona það sem ég gæti mest hugsað mér að gera á þessum tímamóti. Og þessi inn í þessi próf og það bara gengur vel og ég bara kemst inn. Að mér er sagt eftir á svona að það voru margir sem eru búin að vera að hugsa um þetta mörg ár, reyna oft og svo framvegis að það þótti svolítið skrítið að það kemur svona eitt grænn úr sveitinni sem það aldrei, ég hefði leikið einhverju menntaskólasöngleik af því að ég gat sungið og labbaði þarna inn, sko, það þótti pínu skrítið og svo þótti víst svolítið cool að það er svona, þegar þú ert búin í þessu svo kallega 16 manna hóp sem síðan voru teknir inn 8 að eftir þá viku þá er viðtal og inntökunefndin spyr þessara lykilspurningar sem ég hef ekki hugmynd um að vera lykilspurning þá hvað gerur ef þú kemst ekki inn? Maður svarið. Já, ég man það en og þar er sko verið að fiska eftir því hvort þú sko ert örvæntingafullur og ætlar að drepa þig og kemst ekki inn eða þú veist ef þau eru kannski sem þau eru þessi 16 eða 20 krakkar sem komast í að loka hóp eru öll mjög hæfileikarík hvort að þú myndir koma aftur ef þú kemst ekki inn núna en ég sagði það og meinti það nei, ég ætla að vera prestur ég mun ekki koma aftur, ég ætla að vera prestur og þau spurðu, ertu alveg viss? Og ég bara já, ég var alveg ákveðin í því sko fannst þetta var bara mjög skemmtilegt en nú ætlaði ég að snúa mér að alvöru lífsins og vera prestur. Þannig ef að svarið hefði verið nei og þú er ekki komist inn, þá hefðir þú farið í guðfræðideildina. Já, ég meina, þú veist, kannski hefði ég, þú veist, hugsað málið sumarið og farið í guðfræðina og leiðst það og komið aftur, ég veit ekkert um það. En á þessum tímamóti leið mér ekki þannig. Mér leið bara eins og, þetta var skemmtilegt, en nú ætla ég að fara að vera prestur. Þannig að ég var ekkert að feika þannig, það var bara þannig leið mér akkurat á þeim tímamóti. En svo komst ég inn og fannst það alveg geggjað sko ofsalega gaman og lenti í æðislegum bekk og en það var svona þú veist það tók við svona smá erfiðu tími í fjölskylduna því fjölskyldan átti svona að megnu til svolítið erfitt með að setja sig við þetta sko. Að þú yrðir leikari? Já. Var það út frá praktískum gildum? Bæði praktískum gildum bara þú veist mitt fólk er bara upp til hópa bændur og sjómenn, fátækt fólk meir og minna og þeim fannst bara að maður sem gæti lært ætti að læra, skilur og komast í örugt starf og ekkert sem að vakti fyrir þeim annað en bara umhyggja sko. Og svo sem sagt afi minn sem að ég skýrur í höfuð á og hefur alltaf verið svona mikill áhrifavaldur í mínu lífi og við alltaf mjög nánir,
hann hætti bara að tala við mig, sko, í hálft ár. Nú það. Já, og það kannski kemur ekki til af neinu illu, heldur bara að það Steinunn Bjarnadóttir og það systur, hvað héti hinn aftur? Sem gerði vorið komið og grundirnar gróa. Já. Og hinn Hallveig. Þær sem sagt voru svona óbáslega listneðar og sérstaklega Steinunn bara lenti mjög illa í alkoholisma og fór bara frekar illa fyrir henni þannig að sé, sko. Þannig að hann hafði náttúrulega líka horft upp á það, sko. Það er svona samhengi milli þess að vera listamaður og einhvers konar vandræða. Óreglu. Já. Skilur, þannig að þeim fannst þetta hættulegt, sko. Og náttúrulega, þú veist, þekkjandi mig og mitt geðslag, sko, þá svona þótti þetta ekki mjög góð blanda. En svo var það, sko, já, þetta er hann í maí og svo man ég þetta mjög vel, sko. Ég kom heim í jólafrí eftir fyrstu önnina og við fórum oft mikið vinirnir í sveitinni sem komum heim í jólin svona saman í salinn í körfubolta og svona og ég er að koma úr einhverju svona körfubolta eitthvað og afi er að horfa á Chaplin mynd. Og ég sest bara við hliðina á honum og svo allt í einu segir hann bara Gummi, tjúvill þetta er sér gaman að vera svona góður leikari maður eins og Chaplin. Og þar með var það búið. Það var búið að ræða það? Það var búið að ræða það og eftir var það alltaf, sko, þú hefur þetta ekki bara frá pappa þínu, sko. Þetta er líka í minni ætt, þú veist, Steinka og Hallveig maður. Tjúvill var það klárað maður og mamma mín besta eftirherma á Skaganum, sko. Svo þá allt í einu var þetta. Allar hurðir. Já, þá opnuðust, þú veist, fyrir það og þar með var þetta bara stórkostlegt, sko. Og hefur ekki röfluð það meir? Nei, ekki bara aldrei. En hvernig gekk þér í leiklisskólanum? Hvernig varst það rekast þar? Sko, ég held svona kannski eftir á að því ég kom svo grænn inn í þetta að þá tók ég svolítið þennan status ég veit ekki neitt, þetta fólk veit allt. Þannig ég held svona kannski til að byrja með að ég tekið mér svolítið of lágan status, verið of mikill svona svampur og ekki alveg gætt að sjálfu mér. Og þetta svona, það sem ég upplifði á þeim tíma sem einhvers konar höfnur frá fjölskyldunni, ég tók hann inn á mig. Og ég hugsaði svolítið bara, fyrst þetta lið ætlar að koma svona frá við mig, þá mig að þau bara fokka sig líka og ég byrjaði að reykja og ég byrjaði að drekka og svona svolítið, var bara svolítið svona þessi bóhem, sko. Og bjóst í 101? Og bjó í 101, að sjálfsögðu, bjó í Laugaveginum og tók svona þetta líferni svona svolítið alla leið, sko. Ok, hvað þýddi það? Djamum allar helgar og... Já, bara, þú veist, þetta var... Konur og vín? Já. Það var líka bara svona svolítið, þetta var svona svolítið svo ára yfir þessu á þessum tíma. Kennararnir okkar voru svona hippakynslóðin. Og þau höfðu svona svolítið svona þeirra rannsóknarstarf á sviði leiklistar var svolítið að prófa sig áfram með efni og vera í kommunum og þau til svona ofsalegt markarleysi. Þannig að við ölum svolítið upp af þessu fólki og margt af því sem að þau kenndu okkur var náttúrulega bara stórkostlegt. En það var líka bara svona þessi ára yfir þessu námi að þetta væri bara eðlilegt. Skilji, að vera svolítið að rannsaka sálarlífið í gegnum bara svona djam og svona markarleysi og hömluleysi til þess að einhvern veginn kynnast skuggahliðin í sjálfum sér og mannlífinu og öllu þessu, sko. Þú veist. Og við náttúrulega bara svona ungi listamenn bara tókum þetta svolítið alvarlega, sko. Þannig að jú, þú veist, það var ekkert, þú veist, þetta var óbúslega gaman og mér leið rosalega vel og allt það, sko. En svona myndi ég segja svona þegar ég og svo var ég voða heppinn, ég fekk, þú veist, ég lék aðalhlutverki bíómynd hjá Hilmari Oddssyni þegar ég var bara búið með 3 ár af 4. Og svona... Var það skepna? Nei, hún hét Sporlaust. Já, alveg rétt, já. En svo svona, þú veist, ég svona þess að lenda í vandræði með sjálfa mig svona finnst mér þegar ég svona að útskrifast. Já, hvernig það? Var bara ekki góðu sambandi, ég var í svona bara, já, ég held ég að bara strukkið og mikið, þú veist, og var svona pínu týndur bara, sko, í lífinu.
En bara, þú veist, einhvern veginn fékk alltaf vinnu og það var nú að gera. Ég lék alveg eins og geðsjúklingur þarna. Var 3 ár upp í Borgarleikhúsi og vann mikið líka með sjálfstæðum hópum og síðan 3 ár í Þjóðleikhúsinu. En þú, að sitja upp með þig, hvernig gekk það? Já, það gekk ver og ver, má segja, sko. Og svo stofnaði ég, við þarna, þessi menntaskólafélaga fórum aftur að spila og ég átti mér alltaf þann draum, sko. Og þegar maður í leiklistarskólanum, eða var allavega, þá var svona svokallað framkomubann og það var svona mælst til þess að maður væri ekki að vesenast í öðrum hlutum, heldur einbeita sér að leiklistinni. Eflaust fallega meint líka, sko, en ég hafði svolítið setið á þessum draum að mér langaði alltaf að vera í hljómsveit, sko. Þannig að það voru þarna alveg, sko, nokkur ár þar sem að ég, þú veist, var ég að leika kannski 5 sinnum í viku og spila 2-3 gig í viku. Þannig þú varst alltaf að? Alltaf á milljón og alltaf eitthvað djamm með því. Og svo svona bara, já, ég svona að lenda í vandræðum í einkalífinu, myndi ég segja. Bara, þú veist, ég bara ekki á góðum stað, ekki í samböndum sem veittu mér neina hamingju og einhvern veginn svona, ég kann bara segja, svona gangast kannski bara pínlítið upp í því að vera óhamingjusamur listamaður og fannst einhvern veginn að vera hluta sköpunarferlinu. Þjáningin, já, eitthvað svona hugmyndafræði, sko. Og já, og svo svona... Ferðu að rekast á veggi þarna? Já. Hvernig þá? Bara, þú veist, bara hlutverkin minnka, myndi ég segja. Og svona, og verð bara svona smám saman svona svolítið andlega gjaldþrota, sko. Bara, og... Dróstu þið þá í hlé eða? Eða varstu bara meira átver? Já, jú. Ég hef náttúrulega, sko, dreg mig kannski bara svona í hlé, þar að segja bara, sko, sjálfan mig. Ég var alltaf að vinna eins og geðsjúklingur. Og þú kannski veist hvernig það, þegar maður vinnur eins og geðsjúklingur líður ekki vel. Nei. Og ekki einhvern veginn nærður og í einhverjum svona vondum samböndum með einhvers konar fíknihegðun, að þá það bara svona formúla sem að gengur ekkert upp, sko. Nákvæmlega. Til lengdar. Og það svona þarna, hvað? 2007, þá fer ég út úr svona sambandi sem var bara mjög erfitt og vont samband. Og algjörlega búinn á því og fer þá sem sagt og gat bara ekki leikið og mér fannst ég bara alveg hræðilega á vondu stað og pabbi hafði þá sko lengi verið að bíða til að komast að í einhverja svona aðgerð og svona slitinn bóndi og ég fer upp í Reykholtsdal og segi bara pabbi farðu bara í þessar aðgerðir, ég skal bara búa með mömmu, ég bara get ekki hugsað mér að vera í Reykjavík og get ekki hugsað mér að vera eitthvað að reyna að leika, ég bara get ekkert leikið. Þannig að hann fer og ég bý með mömmu þarna í einhverja mánuði og er þá að klára barnaplötu sem ég var að gera og er svo fenginn til að leikstýra hjá Ungmennafélaginu heima og og kenna einhverja leiklist í einhverjum skóla, þannig að ég náttúrulega á milljón sko, en enga síður svona, þá var þetta ofsalega mikilvægt tímabil sko, að komast bara aftur heim í ræturnar og svo vill þannig til að að þetta var sem sagt 100 ára afmæli Ungmennafélags Reykdæla og þau ákveða að setja upp þeim munið að Jörund eftir Jónas Árnason sem að bjó náttúrulega upp í Reykholtsdal og var mikill svona frumkvöðull þarna í sveitinni og félagsmálakall. Jú. Og þau fengu eitthvað styrk frá menntamálaráðuneytinu til að halda leiklistarnámskeið. Og það auglýst og þá sem sagt á sama tíma þess að nú var þetta kona mín á Hvanneyri að klára BA-námið sitt í landslagsarkitektúr, það heitir nú eitthvað annað, og hún sem sagt hafði ákveðið það að á þessu síðasta ári sínu langaði hana til að kynnast fólkinu í sveitinni.
Það var svo skrítið að hafa verið í skóla á Hvanneyri í 3 ár og þekki ekki sveitina. Hún fær þennan flyer þetta leiklistanámskeið og ákveður að skella sér og þar. Þið kynnist þar? Já, þar sem að ég bara upp í sveit, nýkomin úr vondu sambandi og vill alls ekki ástin í lífið. Og þá gerist það? Og þá gerist það. Þá kemur hún inn í lífið og kemur þetta námskeið og ég náttúrulega sjálfsögðu professional sko. Tala ekkert við hana, býð henni í kaffi þegar námskeiðið er búið. Og stóð það? Já, það stóð. Við hittumst í kaffi hérna einhvern tímann í desember 2007 og höfum bara eiginlega verið saman síðan. Svona, ég vildi stíga mjög varlega til jarðar af því að ég var vildi hreinsa upp. Brendur, já, og bara, þú veist, ákveðin hluti sem ég var ekki búinn að hreinsa upp, sem ég þurfti að hreinsa upp. En hérna, og það hélt nú bara held ég eitthvað fram í janúar á næsta ári sko. Þá vorum við bara farin að vera saman sko og erum ennþá saman í dag sko. Gratulerum með það. Já, takk fyrir. Já. En þessi bóheimár, varst það misnóta vímuefni? Nei, ég var nefnilega alltaf svo skíthræddur við vímuefni. Og þá alkóhól líka? Nei, ekki, þú veist, jú, ég var skíthræddur við alkóhól, en ég fór samt bara að nota alkóhól og notaði það mikið, ótæpilega. Og þú veist, maður þurfti að vera svona pínu clever með það af því að maður náttúrulega var að leika svo mikið. Og ef þú ert kannski að leika 50., 1., laugardag og svo er barnasýning á sunnudegi og svo sýning kvöldið og þú ert að spila 1. laugardag að þá svona þá þurfti Þetta rakst einhvern veginn, þetta hljómar eins og þetta rekist rosalega vel saman, illa saman. Þetta rakst mjög illa saman sko, alveg bara skelfilega. En þegar maður er einhvern veginn á þessum stað þá sér maður það ekkert sko. Mér fannst þetta bara að vera lífið. Þú veist, að vera svona þessi bóhem og svo náttúrulega eins og oft þegar maður var búinn að spila gigg þá byrjaði hljómsveitinni búið í eitthvað partí eða þú veist, eitthvað svona og maður fór í það og maður kannski koma heim 8 morguninn, skilurðu. Illa reikaður og svo þurfti maður að vera klár í hljóðprufu klukkan 12 sko. Og gekk þetta yfir hvað, í 2-3 ár? Þið varst hjá Borgarleikhúsinu? Já, þetta er einhvern veginn. Og púllaður að tala? Varst aldrei tekinn á teppi og gummi? Það er eitthvað off hérna. Nei, ég man ekki eftir því að vera tekið á teppi, sko. En góður? Góð leikari? Nei, þú veist, þetta er náttúrulega eftir á að hyggja alveg skelfilegt, sko. Að fara svona með þessi tækifæri sem maður fékk, sko. En ég held bara að fyrst og fremst hafi bara resultati verið það að maðurinn var kannski ekki treyst jafn vel fyrir stórum hlutverkum eftir því sem áleið, sko. Og það held ég að ég bara hafa alveg á þessum tíma átt skilið, sko. Ég held að ég hefði ekki, ef ég væri leikhússtjóri í dag og væri með eitt svona ungan á kantinum sem mætti alltaf þunnur, sko. Var ég komin á teppið? Já, eða bara, þú veist, látin svona. Fannstu fyrir því að var verið að skúpa þér í gegnum þetta? Meinarðu að skúpa mér út? Já, svona. Já, þetta finnur maður það. Maður finnur það alveg í samanburði við einhverja krakka sem voru með manni á svipuðum tíma og þau voru kannski að fá stærri og stærri hlutverk en ég var ekki að fá það. Skilurðu. Þannig að og einhverju sko leveli eins og bara alltaf þegar maður er í einhverju fíkn, þá er maður einhverju leveli alveg sama af því að maður er með eitthvað annað missjón sko. Og mitt outlet á þessum tíma var bara tónlistin. Og þar var einhvern veginn allt í lagi að vera í því í vinnunni. Það má vera alls konar þegar maður er í tónlistin. Já, það var bara cool sko. En þú, ef ég er að skilja þig rétt, þá ertu alin upp raunverulega í alkohólísku umhverfi. Já. Í þínu næru umhverfi þegar þú alast upp. Já. Ástæðan fyrir kannski ávarpa það er það að ég er alkabat sjálfur sko. Og maður á sér einhver draum sko hvíta girðingu og hundinn og húsið og family og svona. En svo fokkaði ég því allavega upp reglulega sko. Fórst í gegnum þetta? Varstu með einhverja svona mynd af því hvernig þetta ætti að liggja? Eða var það bara 101 og barinn? Nei, ég held ég að nú farið ekki alls konar skeið sko. Þú veist, og eitt skeiði var þetta bara, þú veist, að eins og svona alkabödd, þú veist, þau lendu oft ungi í samböndum sko og ég var mjög ungur komin í samband og með æðislegri stelpu sem er góður vinur minn ennþá dag í dag og á
þeim tíma svona á menntaskólanum þegar ég drakk ekki, þá einhvern veginn sá ég bara fyrir mér einhverja svona leið með henni, sko. Sem að, þú veist, hún er prestfrú í dag, skilur, sem að kannski ef ég fari í prestnámið og bara, Guð veit, sko. En svo blundaði alltaf inn í mér þessi listamaður sem ég losnaði aldrei við og fékk einhvern veginn svona, ég held einhvern veginn, sko, búin að vera svona týnd sál einhver tíma og svo lendur allt í einu bara eitthvað sem hún kallar heima, eins og mér fannst ég lenda þegar ég kom í leiklistarskólann. Allt í einu bara fannst mér, ok, þetta er mitt fólk. Hérna á ég heima. Og svona var þetta móða mikið gert, ég meina, fólk bara drakk og reykti og lifði svona bóhem-lífi og ég bara fór full force inn í það. Það var í kringum mig, þú veist, mikil, sko, ég held einhvern veginn að þú veist, þessi kynslóð, sko, af ömmum mínum og öfum, þetta voru svo miklir öfgar. Þetta var náttúrulega á þessum tíma þar sem Ísland er að fara frá því að vera fátækasta land í Evrópu yfir í það að vera eitt ríkasta land í Evrópu á mjög skömmum tíma og það náttúrulega er ástæða fyrir því að það er sett á hérna áfengisbann, fyrst reynt 1908 ef maður rétt og svo 1914 er komið áfengisbann. Það var bara vegna þess að sérstaklega karlmenn fengu allt í einu að fá borgað og eignuðust pening og þeir kunni ekkert með þetta fara og þeir drukku bara. Þannig að það var til svona þessi stúkumenning og ungmennafélaga starfið kemur upp úr stúkumenningu til þess að reyna að bjarga ungmennum í sveitum og borgum og bæjum landsins frá því að verða örlagabittur. Af því að það var bara vegurinn, menn urðu bara sjómenn og örlagabittur. Þú veist. Og þetta er svona þetta umhverfi sem ég kem úr, að það var bara stúkumenn, svona stúkufólk og svo bara fólk sem átti bara í miklu basli með áfengi. Og þannig að það er mikill ótti við áfengi. Og eðlilega, þú veist, bara eins og þessi Sigurjón afabróðir minn sem að ég talaði sko, að þegar hann kom alltaf heim í Reykholt þegar hann var búinn að skýta upp á bak, eða sett bara búinn á því, og þá fór allt þorpið og faldi öll lyf, alla dropa, alla skósvertu, öll ilmvötn, allt áfengi náttúrulega, öll lyf, af því að allt þorpið var meðvirkt með honum í þessu? Já, af því að fólk bara kunni ekkert endilega að díla við alkoholismi á þessum tíma. Sko. Og sem betur fer, þessir alkoholistar í kringum mig voru allt öðlingar. Þú veist, það var aldrei ofbeldið að læti sem ég man eftir, sko. Og þessi Siggi var frægur fyrir það að hann datt aldrei út og hann borgaði alltaf alla sína skuldir. Þú veist, þannig að hann var... Það var mæleiningin, hann borgaði alltaf sína skuldir. Já, og mætti vinnu, sko. Mætti vinnu. Já, þú veist, þetta var svolítið fast með svona mórallin. Ef þú mættir í vinnu og stóðst þig, þá máttur nú vera alls konar, sko. Já, þú veist. Það var hitt bara svona aukaðatrið. Já, þannig að já, ég held bara svona eins og held ég bara í flestum borgum og bæjum og sveitum landsins, þá er á þessu tímabili, þú veist, mikill ótti við alkoholisma. Ég meina, hann var jafn grassrandi þá eins og hann er í dag, ég meina... Já, en í dag er úrræði. Já, úrræði, en það eru 700 manns á biðlista, þannig að segja bara, sko, þessi óhóflega drykkja, þessi fíkn er bara í full blast. Þetta verður held ég aldrei upprætt með að fólki líður illa, þá leitar það að einhverju, sko. Já, en bara... En fórst aldrei þá leið, einhvern veginn endi meðferð eða afhengi eða eitthvað svona að leita? Nei, ég gerði það ekki og þú veist, ég var alltaf fúkkerandi og þú veist, á yfirborðinu bara allt í þessu fína en mér leið djöfull illa, sko. Og svo í rauninni, sko, þar sem að mín svona vegferð byrjar í áttina að einhvers konar heilbrigði, það er bara þannig að ég og Heiða, kona mín, við flytjum til London saman og förum í meistaranám og þá, þetta er 2008 og þá var ég alveg á þessum buxum, sko, annarkvort bara hætti ég í þessu af því að ég var ofsalega leiður á bransanum, leiður á sjálfum mér í bransanum, ég fannst ég ekki góður leikari og hugsaði annarkvort bara þegar ég gera eitthvað allt annað eða ég verð að finna einhverja nýja nálgun. Og ég fer út í gjörningalistanám og Heiða tekur sinn master í landslagsarkitektúr og
og þá sko maður á stað þar sem að líf mitt hafði ekki verið svona einfalt í mörg ár. Okay. Ég var í skóla, ég þurfti að mæta í skólan, ég var á námslánum og ég þurfti að borga leiguna þar og svo þurfti ég bara að hjóla í skólan. Þetta var einfalt líf og það gat orðið sko. Þannig að þú náðir að halda utan það? Nei, það er nefnilega málið. En mér leið ekkert betur sko. Nei. Þannig að ég var... Hvað var það? Hvað var þetta í grunninn? Hvað var að gerast í þér? Ég bara, ég var bara, ég er í grunninn bara eins og þessir menn í mínum ættu sem verst að farið út úr áfengi. Listrænn, viðkvæmur, harður við sjálfan mig og svona, geng hart að mér og svona. Og þar alveg gerir þú sömu kröfur og umhverfið þitt? Já, algjörlega. Þannig að ég var þarna bara dýrvitlaus í London, bara öskrandi á fólki í umferðinni og bara eitthvað svona, bara þangað til ég í rauninni bara svona lojali líkamlega krassa. Ég bara lagður inn á spítala og greinist bara með svona óútskýranlegar sýkingar allan líkama. Já, ok. Og fer í alls konar meðferðir og rannsóknir og þetta er hann eftir hrun og bara ennþá þakka Vátryggingafélagi Íslands, bara ég hringdi í þau og sagði bara þetta er ástandið, þessu er bara ekki á áhyggjur, við borgum það sem það er að borga. Ég gat leitað mig hjálpar utan heilbrigðiskerfisins. Og þá meinarðu í sálfræði eða? Nei, það var ekkert komið þangað sko. Ég var bara líkamlega mjög illa farinn sko, bara með sýkingar og bólgur og alls konar hluti út allan líkama sem að síðan þú veist, á einhverjum mánuðum sem sagt, þau komast fyrir það allt. Og svo útskrifast ég og þeir segja við erum búin að hreinsa þig, það er bara útorðin góður frá okkar bæjartinu séð. Og ég segi, en mér líður ekkert betur. Ég segi, já, þá er það bara sem eftir er bara andlegt. Og þeir spyrja eitthvað, hefur eitthvað pælt í því? Og ég segi, já, ég hef lengi búin að vera sko að pæla í að fara í svona 12-spórasamtök. Og ég var með bara ofsalega flottan skoskan, svona opinn læknir sem sagði, já, mér stjóla það, farðu og gerðu það og gerðu það sem þú ert að gera. Það sem eftir er andlegt, sko. Og ég hef oft sagt náttúrulega frá þessu, en ég sem sagt fer inn á AA-fund, byrja að stunda AA-fundi og sko skömmin og svona stoltið í mér var svo rosalegt að ég hugsa að ég hefði ekki gert þetta á Íslandi, sko. Jafnvel í London, þar sem enginn þekkti mig, þá er þetta erfiðasta sem ég hef gert. Það er að rétta upp hönd og segja að ég heiti Gummi, ég er alkohólisti. En fórstu þangað bara að leita einhverju eða fórstu að því þú tengdir þetta við áfengi? Já, sko, kannski bara að því ég þekkti ekkert annað. Pabbi minn var orðinn agamaður og ég sá alveg óbóðslega fallega breytingu á honum. Og nokkrir vinir mínir, náttúrulega samferðamenn, voru farnir að fara og leita sér hjálpar. Og þetta var bara einhvern veginn það sem ég sá fyrir mér, þetta að hjálpa þeim og fer bara þarna inn í AA-samtökin. Og átti bara mjög lengi að ná sig. Þetta voru 2 sponsorar sem ráku mig af því ég bara náði þess ekki. Ég skildi ekki að þeir skildi ekki að ég bara gæti ekki alltaf mætt og ég var listamaður og ég þurfti að vera á sýningum og eitthvað svona og svona eitthvað. Og það tók mig alveg það. Og svo fann ég bara að ég þyrfti einhvern veginn, eins og allir segja frá, að gefast alveg upp fyrir þessari hugmyndum sjálfið. Og egóið og þetta var eitthvað sem ég ætlaði aldrei að gera sko. Mér fannst ekkert sorglegra heldur en miðaldra AA-menn sem voru alltaf bara svona sáttir við lífið og alltaf bara fínt. Sorry, ég veit ég á ekki að hlæja þessu. Nei, þetta er mjög fyndið sko. Það er fyndið. En ég þoldi það ekki. Ég þoldi ekki. Það er mikil satíra í þessu. Af því að ég var svo reiður og stoltur og ætlaði aldrei einhvern veginn að gefast upp. Og svo bara verði ég einhvern veginn svona fyrir þeirri blessuna, bara það var eftir fund í Battersea fundurinn sem var minn fundur og ég er búinn að finna mér 3. sponsorinn og er einhvern veginn, loksins held ég að hlusta og svo bara leiðinni heim á hjóleikjunum Garðinn, Clapham Common og leiðinni heim og þá fæ ég bara svona þessa uppljómun.
Það bara, aðri máttur var bara mættur og ég bara stökk af hjólinu mínu og fór á hnén og þakkaði honum fyrir. Okay. Og eftir það hef ég aldrei litið öxl eða efast, sko. Wow. Og fór bara í þessa vinnu alveg á fullu. Tók ár í AA-samtökunum og allir mínir vinir sögðu, þú ert ekki alkoholisti, það eitthvað annað, sko. Þannig að ég fór í Al-Anon, fikk rosa mikinn bata þar, sem bara náttúrulega efsta barn alkoholista og allt það. Fór þaðan í Kóta, tók sporinn þar og svo enda ég í SLA, sem sagt í samtökum ástar og kynlífsvíkla. Og þar svona tengdist þar bara átti ég heima. Þar fann ég, þarna svona kjarnin í allri minni fíknihegðun. Hvernig var að feysa það? Þú ert búin að fara þarna nokkra staði, líkaminn er búin að gefa sig, þú byrjar að sækja 12 spora fundi í leitinni, sko, og svo talandi sko skömmina og allt þetta, að tengja sig þar inn og gangast við því. Var það ekki erfitt? Sko ég held einhvern veginn að þegar maður er búinn að fara í gegnum 3 12-spólasamtök og búinn að ná hugmyndafræðinni. Jú, auðvitað, ég hélt alltaf eins og mjög margir að í samtökum ástar og kynlífsvíkla væru bara pervertar og skilurðu, glæpamenn. Það er svolítið myndin af því út í samfélagi. Já, sko. En það er svo sannarlega ekki þar. Nei, sko. Það er þetta er mikið að megninu til fólk sem hefur átt í einhverju svona erfiðleikum í samböndum, markaleysi í samböndum og jú, auðvitað fólk sem hefur átt við klámfíknastríða og jafnvel fólk sem hefur átt við alvöru kynlífsfíknastríða. Ég var aldrei þar. Jú, ég komst alltaf ungur í klám. Það bara í sveitinni voru bara vinnumenn með klámblöð og það voru klámblöð undir öllum sófum og í öllum skúffum og svo þegar það komu vídeótæki í sveitina þá voru klámsbólur og náttúrulega í svona þorpi þá komust við alltaf einhvers staðar þar sem enginn var heima og allt það, sko, en ég var aldrei Það var ekki klámfík? Nei, ekki þannig, sko. Jú, ég átti eitthvað svona tímabil svona eftir ég fekk 12, sko, 98 eitthvað svona, þá var þetta svo auðvelt og myndin alveg kortir og hlaðast inn. Já, einmitt, þú veist, og allt þetta, sko. En fyrst og fremst var þetta bara einhvern veginn svona þetta ótrúlega skrýtna markaleysi í samböndum hjá mér og að sogast af fólki sem að ég átti bara alls ekkert að vera að deila rúmi með, sko. En svo þetta svolítið líkur sækir líkan heim, ég þekki hann svolítið á eigin skinni, sko. Jú. Þannig að svona hvar maður er staddur hverju sinni, hverju maður tengist. Ég segi oft, sko, í jógan er sagt, sko, ljósið í mér sé ljósið í þér. Ég segi líka, sko, sárið í mér sé sárið í þér. Þú veist, auðvitað finnum við hvert annað. Svona fólk sem er að leita einhverju öðru en heilbrigðu ástarsambandi, leita einhverju sem að bjargar þeim, leitar einhverju sem gerir það heilt. Þú veist, fólk sem er með einhvers konar fíknisjúkdóm sem ætlar að lækna hvort annað og svo framvegis, sko. Bjarga, það var svolítið ég, sko. Varstu bjargvættur eða vildir láta bjarga þér? Mér langaði svolítið að vera bjargvættur, sko. Og og náttúrulega bara eins og margir kallmenn, þú veist, fer út í lífið með einhverju svona skrýtna blöndu af hugmyndum kallmennsku úr einhverju svona vestramyndum og Rocky og einhverju svoleiðis í bland við svona að vera alin upp svona í svona samfélagi sem var töff að vera hestamaður og drekka og svona alfameil samfélagi, sko. Og svo, þú veist, náttúrulega einhverjar hugmyndir úr svona rómatískum myndum og klámi og einhverju svona konuna og svo framvegis, sko, sem þurfti aðeins að vinda ofan af. En fyrst og fremst bara, sko, hjálpaði þetta mér gríðarlega bara því á þessum tíma, það var 2011 sem að ég fer inn í SLA, þá var ég bara náttúrulega giftur og kom með barn og svona og þurfti bara hjálp við að bara að læra að vera skilningsríkur og umhyggjusamur eiginmaður og faðir þar sem að hjónabandi var kannski ekki lengur í fyrsta sæti af því að það komið barn, sko. En ef við zoomum aðeins upp því að, sko, þegar ég hlusta á því hérna núna og þekki svo margt í sögunninni, þetta er nú svona svipa hjá okkur mörgum sem hafa farið svolítið á ská í lífinu. Hverju varst að leita? Hvað var svona, ef þú horfið tilbaka, þetta er risastór spurning og kannski annar þáttur, hvað var það sem varst raunverulega að bögglast með? Var það, þú varst ekki nógu góður eða sjálfsmyndin eða
Geturðu sett þumal á svona hver rauði þráðurinn fram að þeim tíma og vaknar? Já, þetta er mjög stór spurning. Þetta er risa spurning. Sko, ég held einhvern veginn að, þú veist, maður er bara afsprengi af því umhverfi sem þú elst upp í og þú ert afsprengi af einhverjum tíðaranda og þú ert afsprengi af einhverjum popkúltúr. Ég veit ekkert alveg af hverju, en bara frá því að ég er krakki og það er kannski bara eitthvað svona í grunn, eitthvað ADHD, mér fannst allt venjulegt mjög óspennandi. Og ég man alltaf ennþá þegar ég heyrði punktónlist í fyrsta skipti, þú veist, í 7 ára. Og það er eitthvað svona fullorðna fólki bara slökkti á þessu gargi, þú veist, en ég 7 ára er bara, wow, þetta er geðveikt. Bara purkupilning, eitthvað að öskra. Og ég held sko á einhverju leveli þá upplifði maður sér svona í svona sveitasamfélagi, ég upplifði mig alltaf pínu fastur. Ég á ekki að vera hérna, ég á ekki heima hérna. Já, í sveitinni? Já, þú veist, landfræðilega? Ég verð að komast eitthvað. Ég verð að gera eitthvað. Það verður að vera eitthvað meira. Ég vildi alltaf eitthvað meira. Og fer hann í burtu bara en leið og ég get og svona. Eitthvað svona óþreyja. Og svo eitthvað svona bara hugmynd þú veist, bara eitthvað svona Kurt Cobain og Courtney Love, eitthvað svona trilling, svona ást og trilling. Lifa hratt og vel og vera fallegt líf. Já, og ég man á tímabili var ég alveg viss að ég myndi aldrei lifa lengur undir 40. Ég var alveg með það hugmynd að ég myndi, 40 var þetta búið hjá mér, sko. Ég myndi deyja. Bara kvótinn búinn á allir vístöðum. Nei, ég bara viss að ég myndi bara deyja, 40. Það væri tíminn sem ég hefði, sko. Og svo er þetta náttúrulega einhvern hátt einhver svona bara flótti frá því að takast við lífið. Og ég man alltaf eftir, þú veist, mér leið alltaf illa í svona frumsýningapartíum. Ég lét mig alltaf hverfa og fór bara eitthvað bar og drakk þar frekar. Einn þá? Já, eða bara fann eitthvað svona fólks. Já, þú veist, ég átti alltaf rosalega erfitt með það, held ég bara svolítið að vera hér og nú, sko. Nema bara í gegnum einhverja svona listsköpun. Þar fann ég mig, eða í íþróttum. Þá veist það svona einhverju svona ofur áreiti, þar var ég heima, sko. Þá náður sambandi? Þá náði einhverju sambandi, sko, við sjálfan mig. Og þannig að ég held á svona einhvern tíðina, jú, ég verið að leita að alls konar, en ég held svona á einhverju leveli, ef maður alltaf að leita einhverju bara svona algleymi, einhverju svona flótta frá ömurleika heimsins, einhverju svona borga skatta og mæta á einhver staðar og verið í óhamingjusamri í vinnu og það þótti nú svona bara norm þegar ég alast upp, sko. Vertu bara fegin að hafa vinnu. Þú veist, maður átti bara að þakka fyrir það fyrir ekki, ég var að segja hérna það er eitthvað. Við gerum örstuðli á þættinum, þar sem að síminn var tekin upp í miðinsetti. Action. Já, einhver svona barnaleg hugmynd að fá bara að vera áhyggjulaust barn í einhverju algleymi og ég held að hugmyndin hafi einhvers staðar langt djúpt niðri verið bara að vera frægur, eignast pening og þá þarf ég ekki að bera virðingu fyrir þessum normum samfélagsins sem ég fann svo leiðileg, sko. Skilgreindu norm samfélagsins. Þetta, þú veist að vera í vinnu einhvers staðar í 20 ár, jafnvel þú eða 30 ár eða 40 ár, þú sért ekki glaður. En þú stóðst vaktina? Láta sig hafa það, já, algjörlega, en alltaf svona óþreyjufullu, sko. Og ég man alltaf eftir því, sko, að 30 upp í Þjóðleikhúsi komin í mötuneytisnefnd að tuða yfir matnum, þú veist, með inniskó. Og ég var aldrei glaður þar, sko. Nei. Þú veist, ég vildi alltaf fá að ráða sjálfur hvað ég gerði og fara mín eigin leið, sko. En svona hugmynd samfélagsins og fjölskyldunum var bara út í Þjóðleikhúsinu og þetta er toppurinn og verður ekkert betri en þetta, skilur við. Þú ert komin og þegar samfélagið með eitthvað svona hugmynd og þér líður samt illa, þá verður til eitthvað svona samviskubit. Já, konflikt í þessu, sko. Ofsalegt konflikt, sko. Þannig að það er ekkert, sko, það er ekkert fyrir mig, þú veist, að ég fer þarna út og bara
klessa á vegg og byrja þessa sjálfsvinnu og hérna, fæ umboðsmann í London og svona það byrjar eitthvað að opnast þar og svo ég ætlaði bara að hætta að leika, ætlaði bara að vera leikstjóri en eins og oft kannski með ADHD fólk þá las ég ekki alveg hérna bæklingin fyrir skóla sem ég komst inn að þetta var svona gjörningalistanám þar sem þú þurftir að performa sjálfur verkin þín þangað til í loka útskriftarverkefninu máttirðu bara leikstýra og í þessu hérna námi gjörningalistanámi, í gjörningalist sko leikari skammaryrði af því að leikari að þykjast en kjarninn í gjörningalist að þú ert þannig að maður lærði þarna svona og kynntist nýjum nálgunum við að vera á sviði svona núvitund í sem bestu sort bara svona til að skýra þetta með einhverju dæmi að þá til dæmis til aðferðafræði sem að gjörningalistamenn nota sem heitir Theatre of Action og þá ertu aldrei þú ert aldrei að þykjast heldur snýst allt hlutina sem þú ert með þannig að það er bara hvernig þú tekur upp flöskuna meðan þú segir eitthvað fókusin allur í flöskunni og öllu bara í gjörðunum það má aldrei vera þú að leika eitthvað bara hvernig þú gerir þetta og hvernig þú tekur upp kaffið og svo svona að því auðvitað kjarninn í allri leiklist að vera sannur skilur í því hlutverki sem trúverðugur já en í gegnum allar þessar gjörningalista aðferðir og nálganir við það að standa á sviði þá fékk ég einhvern og við það ég varð að vera á sviðinu það var ekkert escape ég varð að performa öll þessi verkefni að þá svona fékk ég einhvern svona nýja áhuga á því að leika og var síðan ofboðslega heppinn að uppáhalds prófessorinn minn í skólanum hann heitir Misha Twitchin hann var sérst einn af 10 menningum sem átti og rak flottasta underground leikhús sem ég nokkuð tíma komið inn í leikhópur sem heitir Shunt og þau ráku sem sagt 15.000 ferfeta svona leikhús undir London Bridge lestarstöðinni og það var bara svona tilraunaleikhús og hann vann mikið með þetta Theatre of Action og hann fékk mig til að vera í sýningum hjá sér og svo mátti ég bara gera það sem ég vildi í þessu tilraunaleikhúsi og þar var ég í 18 mánuði bara að gera það sem ég datt í hug í rauninni. Alveg með frí spil? Í rauninni, já, bara. Og það var ekki bara það, heldur var þetta sem sagt þetta var svona þannig fyrirkomulag að þau gerðu eina sýningu á ári. Þess á milli voru þau hvert í sínu lagi þessi 10 manns að gera bara alls konar tilraunastarfsemi og afla gagna fyrir næstu sýningu. Og þau skiptust á að kjúreita eða skipuleggja 10. hverju viku. Þannig að í hverju viku voru svona 30 listamenn og hópar sem komu inn í þetta leikhús og hugmyndin mátti aldrei koma með fullbúna hugmynd. Heldur áttir að vera á einhverju rannsóknarstigi og þú áttir að hafa einhverja góða ástæðu fyrir því að það var komin tími fyrir það að hitta áhorfendur. Þannig að þetta var algjörlega tilraunaleikhús og þetta var svo umsetið, þetta þótti svo cool að það var ársbiðlisti að komast að. Já, og þarna voru leikhópar og listamenn frá alls staðar á heiminum að koma og fá að vera hluti af þessu. Þannig að maður lenti líka í því þarna að þú veist, og ég man alveg svona sérstaklega eftir einu atviki, það kemur, ég inn í græna herberginu og það kemur einhver inn og segir hérna, kann einhver hérna munnhörpu? Og ég bara, já, herðu, geturðu með sýningu í kvöld? Já, hvað er að gera? Akkurat, þú veist, þannig að maður var svona rifinn oft inn í einhver svona verkefni, skilurðu? En kanntu á munnhörpu? Já, ég kann á munnhörpu, já. Ég sé bestur á munnhörpu að þeim hljómsveitum sem ég spila á, hljóðfærin sem ég spila á. Þannig að þú veist, ég var alltaf lentur bara einhverju tilraunasýningu frá Perú, þar sem ég bara satt út í horni og spilaði á munnhörpu með einhverju liði og ég vissi ekki hvað þeir voru að gera og skildi ekki hvað þeir voru að gera. En það var dásamlegt. Já. Og í öllu þessu frelsi, þá einhvern veginn svona kviknaði aftur einhver svona hugmynd leikarann, sko. Þannig þú ert leikari í dag, þú sér þig sem leikara í dag. Já, en ég veist ég líka, já, algjörlega. Fyrir utan að vera fjölskyldufaðir og vinur og pabbi og allt þetta, sko. Já, bara þú veist, mér finnst í dag alveg ofboðslega gaman að leika í góðum verkefnum, já, bara virkilega gaman. Af því að ég kom með svona einhverja nálgun sem að henta mér, sko. Þú hljómar eins og þú ert búin að setja Grænavírinn aftur í samband. Já. Eftir þetta ferðalag okkar hérna á sviðinu. Já. Við erum náttúrulega á sviðinu. Já. En að því við erum að brenna út á tíma, þetta er bara skemmtilegt. Skemmtilegt eins og bönni segja. Já. Ég er skemmtilegt. Þú varst í Marokkó. Já.
í rómverskum búning ef ég giska rétt. Já. Með sverð og alla græður. Já. Hvað varstu að gera? Leika. Ég var að leika í hérna Hollywoodmynd sem heitir Mary og fjallar sem sagt sögu fjölskyldu Maríu Meyjar eiginlega, frá því áður en hún fæðist, hvernig hún kemur til og hennar uppvaxtarári í þessu samfélagi sem að laut á þeim tíma stjórn rómverska keisaraveldisins, Heródesir keisari eða konungur yfir Júdeu og ég sem sagt að leika hægri hönd Heródesar. Ég sem sagt yfirmaður herafla Rómaveldis á þessum tíma. Og þetta var alveg stórkostlegt ævintýri sko. Það var svona bara svona eiginlega draumurinn frá því ég var strákur það hvað að vera leikari. Og þetta var svona big Hollywood production? Já, 250 manns á setti og bara höll Heródesar byggð fyrir tökurnar og svo rifin bara eftir tökur. Sko stórkostleg bygging. Þú veist, þegar maður skilur ekkert í hvernig fólki dettur í huga að rífa, sko. Og ég var að leika mútið Anthony Hopkins, hann lék Heródes. Vel gert. Já. Hann er einn af mínum uppáhalds. Mínum líka. Og eftir þetta ennþá meira uppáhalds. Hann er stórkostleg manneskja og 12 spora maður og... Nú er hann 12 spora gæi? Já. Flott og góðir. Og fer ekkert leynt með það, sko. Fór hérna, sagði mér það, hann er bara mjög lasinn alkoholisti, sko, fertugt. Þegar hann fékk svona vitrun og hefur ekki lítið öxl síðan sko. Nei, góður. Sagði mér þetta hann hefði fengið bara svona vitrun, það var bara einhver sem kom og sagði eins og þú? Já, bara sem sagði bara við hann, þú hefur tvær leiðir að velja, önnur er niður og hinn er upp og ef þú velur upp þá getur þú farið mjög langt. Það er reyndar ein leið þarna í miðbylunu, það er geðdeild. Já, en það náttúrulega væri niður. Já, raunverulega. Skilur, ef Anthony Hopkins hefði aldrei orðið það sem hann er, heldur væri á geðdeild, þá myndi ég flokkast sem niður, sko. Já, ég sé alltaf það, sko, endar allt í, sko, annarkvort lifnaru eða deyrð, eða nú geðdeild. Það eru þessi 3 póstar. En hvað er planið? Hvernig sér þetta héðan í frá? Hvað ætlar að gera út úr hann stór? Sko, ég er rosalega ánægður með lífið eins og er í dag, sko. Við bara eigum æðislegt hús í Árbænum og 2 stráka og hérna ég er í svona tilraunalistahóp sem heitir Vinnslan. Við erum að fara til Noregs núna að gera sýningu norður í Tromsø í samstarfi við danshús þar sem heitir Danslab. Ég, þú veist, er að meðframleiða mynd sem við vorum að klára, bíómynd sem að heitir Allra augu á mér eða All Eyes on Me. Íslensk production? Kanadísku leikstjóri og vorum að skila henni af okkur til kvikmyndamiðstöðvar og kvikmyndamiðstöð mjög ánægð með hana og hún er að fara í umsóknarferli á öllum stærstu kvikmyndahátíðum í heimi. Vel gert. Ég er með umboðsmann bæði hér heima og erlendis og það koma svona skemmtileg verkefni. Ég var líka núna á loksins opinbert, ég er búinn að vera í 1,5 ára að vinna í risa tölvuleik sem heitir Hellblade. Búinn að vera að gera svona motion capture leik þar. Hann er að koma út núna í maí. Ég veist elgin í þér. Já, og og svo, þú veist, er ég með sólóplötu í maganum, sko. Þannig þetta er ekki búið? Nei, ég er rétt að byrja maður. Ég er líka bara, ég var svo ung börn maður, ég verð að vera hress. Allavega til 60. En ég verð að spyrja það að lokum, að því þegar maður heitir svona fellow member, ADHD member, sko. Já. Þú varst ekki vandrað með að læra eins og muna línur eða... Nei. Var það ekkert að trufla þig í... Hvað höfum við mikinn tíma? Ég brosi til tæknistjórans þarna á borðinu. Já, ég skal bara segja þá sögu, því mér finnst hún mjög merkileg. Ég hef aldrei átt í vandræðum með að læra línur eða, þú veist, mæta á réttum tíma. Ég er með það sem heitir tilfinningalegt ADHD, sem ég hafði ekki hugmynd hvað væri fyrir 2019. Þannig að mitt ADHD er þannig að ég kemst ekki yfir áföll og þess áttar. Og veist að segja bara þá sögu. Ég sem sagt það eru 9 ára milli strákan okkar, 9,5 ár, 8 að vera 5. Þannig að þegar það kom ekki barn, þegar við byrjuðum aftur að reyna, að þá förum við sem sagt og fáum þær fréttir að við getum ekki eignast börn eða með aðstoð. Förum í gegnum allt það ferli
sem tók heilangan tíma og fullt af milljónum og mikið af tárum og allt það. Það hefst á lokum Já. í COVID, já takk, í COVID og þegar COVID að byrja það vissi náttúrulega ekki hvað þetta var. Kona mín var með mikla meðgöngueitrun og þetta var búið að vera svo mikið basl, þannig ég bara flutti upp í sumarbústað með þau og við vorum bara þar. Já, ok. Og ég fór bara á Skagan að versla og bara í sumarbústað upp í Kjós. Og af því að ég var nú þarna, ekki með neitt sérstakt að gera, þá ákvað ég að hætta að nota bæði koffín og nikotín. Góður. Og verð svo þunglindur. Maður ekki hlæja núna. Nei, jú, það má hlæja þessu, það því að þetta enda vel. Og að ég hafði bara aldrei áður starað svona inn í tómið, sko. Og er svo heppinn að ég fengið til að gera netinnslög skjánótkun barna og unglinga í skólum fyrir nokkur foreldrafélög á höfuðborgarsvæðinu. Og í því ferli tek ég viðtal við Harald Erlendsson. Já, geðlækni. Já, snilling. Og okkur verður svona vel til vina og ég segi, mér langar að koma til þín, það er eitthvað verulega mikið að akkurat eins og og hann bara, já, bara komdu bara og gefur mig tíma og ég fer til hans og í stuttumáli sagt ég bara greindur með þetta tilfinningalega ADHD og það er eins og í öllum svona sjúkdómum, þá er svona eitthvað svona kurva, meðalkurva og hún gengur einhvers staðar og svo er einhvers staðar endapunktur og ég er langt fyrir utan endapunktinn. Og hann sagði bara, fólk með svona ADHD eins og þú sem vilt ekki mjög sterkt bakland eins og þú, það er í Austurstræti að drekka eða í fangelsi. Því að þetta er fólki sem kemst ekki yfir það þegar það var beitt ofbeldi þegar það var krakkar og getur drukkið út á það alla ævi. Trámasagan er alveg föst í þeim. Já, þannig að hann segir við mig, ég ætla að setja þig á ADHD-lyf, þú ert að taka hámarksskammt í 3 mánuði, eða þann skammt sem maður álaði, þér áttir að líða ömurlega, það er vegna þess að áföllin þurfa að komast úr skrokknum að þér og þú verður bara að teygja og fara í heitabótinn og svo eftir 3 mánuði kemur þetta. Og ég geri þetta og þetta var alveg hárrétt, mér leið algjörlega hryllilega. Og bara eins og gamalmenni í hreyfingum og eitthvað svona og svo er það bara sirka bát 3 mánuðum seinna þá ligg ég upp í sumarbústað, gat ekki sofið af því ég var að taka svo mikið amfetamín held ég og þá allt í einu bara svona byrjar þetta bara svona, hvað er ég að hugsa um þetta? Hvað sem gerist fyrir 20 árum, þetta má bara fokka sér og svo bara þetta og bara Kom minningarnar upp? Já, fóru og vaknaði svo upp daginn eftir og bara fínn í skrokknum, sko. Og síðan þið byrjar að reykja, drekka og nota koffín. Að ég gaf þig kaffi fyrir þáttina. Svo bara finnur maður eitthvað svona balans í þessu og ég er á lyfjum, skilur, en tek mér pásustundum og þá get ég fengið mér kaffi og svona. Pointið með þessu er að tilfinningalega ADHD þvældist fyrir mér í leiklistunum á þann hátt að ég var oft áttu svo erfitt með að einbeita mér í mómentinu. Af því ég var kannski að hugsa um hvað einhverju öðru fólki fannst eða þú veist var með einhverja hugmyndum að einhverju líkaði illa við mig eða bara gat ekki einbeitt mér af því að ég var að hugsa um eitthvað sem gerðist í fortíðinni eða eitthvað. Þú veist, það var bara í mómentinu. Já, í mómentinu. Já, þetta er svo erfitt með að vera í mómentinu. Og líka fram á kameru. Og það er náttúrulega ekki gott fyrir leikara. Nei. Og það hef ég fundið núna alveg sérstaklega eftir þetta hjá honum Haraldi að þetta er orðið svo miklu auðveldara að vera bara hér og nú, sko. Og það er ofsalega mikið frelsi í því. Og það verður til þess að mér finnst svo miklu skemmtilegra að leika. Þú veist, þetta er ekki kvíðvænlegt. Nei. Þú veist, það er svo kvíðvænlegt ef þú ert að fara að gera eitthvað sem er atvinna þín og þú veist að þér mun líða illa í mómentinu þar sem þú átt í rauninni að vera frjáls. Skilurðu? Og þetta var alveg sama þegar ég var á sviði. Þegar ég var að syngja, þú veist. Var þetta í gegnum alla tíðina nema varstu ekki meðvitaður um það? Eða varstu meðvitaður um þetta í gegnum allir leiklistaferil? Nei, ég held bara að maður hefði haldið þetta bara ætti að vera svona, sko. Þetta væri bara svona. Og ég átti alltaf mjög erfitt með að sofna til dæmis. Ég var alveg bara gætir í klukkutíma að fara í gegnum einhverja gamlan skít, sko. Festast í hugsunum. Já, og ég held bara að það væri svona. Það bara, svona væri þetta hjá flestum. Ég skildi aldrei fólk sem var svona, þú veist bara, lagðist á. Ég skildi það ekki ennþá. Nei, en allt þetta einhvern veginn er svo miklu
miklu auðveldara og skemmtilegra og ég þakka það Haraldi og hans greiningu og mjög mikið, sko. Ég hef hitt hann er klár baukur og gaman að spjalla við hann. Algjör Hann snillingur. virkar alltaf umræðina fyrir mér að sjaldan sé ég hitt hann. Já, bara, þú veist, svo miklu meira en geðlæknir, sko, hann er bara sjáandi og þú veist, við Hann er kennum mjög svolítið mikið. að skoða sveppadeildina og svona. Já, mikið verið að tala um það, sko. Af því að ég held að sé nú bara flesti sammála um það að þessi lyf sem við höfum verið að nota síðustu 20 ár, þau virka ekki nema bara í skamman tíma og þú þarft meira og fólk er að skipta um lyf og það í rauninni lagast ekkert. Nei, og fyrir utan það er búið að vita að það er 30 ár að lyfin ein og sér ger ekki neitt fyrir þig nema að setja massir í viðtalsmeðferð með lyfjum. Já, einmitt. Þannig að þetta verður svona catch-22 ef þú gerir bara annarkvort, sko. Já, en það er nú líka það sem hann hefur sagt með þessi sveppa og ayahuasca og það, skilur að ekki reyna að lækna þig sjálfur, þú veist, vertu með einhvern með þér, þú veist, að því að öðruvísi er þetta ekki lækning, öðruvísi er þetta bara svona flótti, sko. Já. Enn eitt flótti. Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Já. stórleikari, leikstjóri. Ekki rosalega gaman að fá því í kalda pottinn til mín og að því við hugsaum móla. Já. Ólíki valið. Já. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Hlakka til að fylgjast með þér. Þetta er stór og mikil saga. Er ekki allar öll lífslaup stóra mikla sögur? Nei, við vitnum fyrr í þáttina sem vorum að tala um allt sem var svo venjulegt og svo leiðilegt. Já. Og þar með þurfum við ekkert að tala um það. Nei, þetta var það er rosa mikið af fólki sem finnst venjulegt og ég hef alltaf öfundað það fólk sem finnst venjulegt skemmtilegt. Einhver sem hlakka til árshátíðinnar næsta sumar. Já, og er búinn að skipuleggja sumarfrí sig 2 ár fram í tímann og fer alltaf í lagsveiði með sama hópnum og fer alltaf til Tenerife með sama fólkinu. Mér finnst þetta alveg magnað. Ég vildi að ég gæti meira af þessu. Ég líka. Og gæti sofnað þegar ég lagst út af. Já, en það er gott líka, þú veist, að kona mín er mjög svipuð mér að þessu leyti. Við þurfum svona, þarf alltaf að vera ögrun og eitthvað skemmtilegt að gerast. Kona mín er aðkona, hún sofnar í sófanum. Það er alveg mökk leiðilegt, svo horfi ég að restina myndinni. Sem hún valdi nota bene. Já, mín líka, sko. Hún gerir það og gæðan, sko. En takk fyrir að koma. Takk kærlega fyrir. Gaman að fá þig. Sömuleiðis. Og takk fyrir að horfa eða hlusta eða úr inn á Spotify og ég hvet ykkur og þakka þeim sem hafa sendt mér maila og sendt mér falleg komment. Það er þetta að senda á mig á tyratyr.is. En þangað til næst, takk fyrir í dag. Eða í kvöld, eða í nótt. Nei.